mál á dagskrá sem sala á hlut Orkuveitu Reykjavíkur HS Veitum og þá tekur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson fyrstur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta mál kemur frá stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og staðfesting á sölu á hlut Orkuveitunar í HS Veitum. Í stuttu máli að þá þessi sala hluti af planinu, björgunarplani Orkuveitunar frá mars 2011. Það hefur frá upphafi verið gert ráð fyrir að þessi hlutur yrði seldur. Það jafnframt í algjöru samræmi við eigendastefnu Orkuveitunar þar sem að starfssvæði Orkuveitunar og áherslusvæði nú þrengra en áður. En eins og kunnugt starfa HS Veitur á Suðurnesjum og í Hafnarfirði en ekki inn á þjónustusvæði veitukerfis Orkuveitu Reykjavíkur fyrir heitt og kalt vatn. Verðið sem fæst fyrir þetta þennan hlut ásættanlegt og umfram þau verðmöt sem óháðu verðmöt sem liggja fyrir í málinu og því ekkert að vanbúnaði fyrir borgarstjórn að staðfesta þennan gjörning. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Orkuveitan leggur grunn að lífsgæðum í þeim sveitarfélögum sem hún þjónar. Þetta stendur í eigendastefnu Orkuveitunnar. Megin starfssvæði fyrirtækisins á Suðvesturlandi. Það stendur líka í eigendastefnu Orkuveitunnar. Fram til þessa hafa Suðurnesin talist vera á Suðvesturlandi. Ég veit ekki betur. Þetta ekkert grín. Þessi eigendastefna var í alvörunni samþykkt hér af öllum flokkum í borgarstjórn og það mjög skrítið og erfitt að túlka. Það eitthvað á tímanum hérna. Það mjög skrítið og erfitt að túlka hana með þeim hætti sem að borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson gerði hér áðan. Það í alvörunni þannig, ef það væri ekki fyrir Orkuveituna, þá værum við ekki að tala hérna PISA eða innheimtureglur eða almenningssamgöngur eða eitthvað annað í Reykjavík. Þá værum við ekki hér. Heitt vatn og kalt vatn og rafmagn forsenda byggðar á Íslandi. Það bara þannig. Allavega nútímalifnaðarhátta. Þetta ríkir nokkur sátt. Meira segja svo mikil sátt að Sjálfstæðisflokkurinn sjálfur lagði fram og samþykkti lög að veitufyrirtæki ættu að vera í meirihluta eigu opinberra aðila. Það í alvörunni til marks mikilvægið og sáttina vegna þess að almennt Sjálfstæðisflokkurinn mjög hrifinn af einkarekstri. Hann treystir einstaklingum í flestum tilfellum betur heldur en hinu opinbera og hann vill að sem mest og sem flest af rekstri og þjónustu sé innt af hálfu einkaframtaksins. Það stefna út af fyrir sig og þó ég sé ekki sammálinni það stefna sem að margir aðhyllast. Gott og vel. Ekki þeir flokkar sem að mynda meirihluta í Reykjavík. Þeir hafa verið opnir fyrir einkarekstri að einhverju leyti, opnar en ég og við Vinstri græn, ég viðurkenni það, en þeir hafa samt staðið tiltölulega fast á prinsippum opinberan rekstur í allra brýnustu grunnþjónustunni. Besti flokkurinn var til að mynda mjög afgerandi þáttakandi í baráttunni gegn sölu á HS Orku á sínum tíma. Mig minnir að allir borgarfulltrúar besta flokksins hafi tekið þátt í karaoke maraþoni í Norræna húsinu og þeir töluðu mjög beitt gegn þeim gjörningi. Þeim var ekki sama orkufyrirtækið, eignarhaldi á því, þeir vildu að það væri í opinberri eigu. Þar var samt framleiðsluhlutann að ræða. Þar vorum við með HS Orku, en orkufyrirtæki sem í samkeppni mega samkvæmt lögum vera í einkaeigu að öllu leyti. Það eru bara veiturnar þar sem fyrirvari opinberan meirihluta. Þess vegna skýtur það mjög skökku við að besti flokkurinn sé núna tilbúinn til að selja hlut borgarbúa í hinum helmingi fyrirtækisins, ekki til annarra sveitarfélaga, ekki til annarra opinberra aðila, heldur beint á markað og sem hluta af sölupakka sem byggir á því að nýta glufur í lögunum til að styrkja og auka vald einkaaðilans umfram það sem kveðið á í lögum. Sama gildir Samfylkinguna.
Hún var aldeilis ekki hrifin á sölunni á HS Orku á sínum tíma og hún hefur talað fyrir opinberu eignarhaldi á veitufyrirtækjum. Í Hafnarfirði hafa fulltrúar Samfylkingarinnar bókað mikilvægi þess að halda fyrirtækinu í opinberri eigu og að hlutur Hafnarfjarðarbæjar sé mikilvæg samfélagsleg eign. Þau sá ekki einu sinni ástæðu til að samþykkja tillögu sjálfstæðismanna að kanna hagkvæmni þess að selja hlutin. Í Reykjanesbæ hefur oddviti Samfylkingarinnar í bæjarstjórn lagst gegn sölunni og mótmælt gerningnum af mjög miklu afli. Í Reykjavík ætla fulltrúar þessara flokka að selja með fulltingi sjálfstæðisflokksins sem auðvitað ekkert skrítið. Og eiginlega það eina sem ekki skrítið í þessu máli. Sjálfstæðisflokkurinn hefur jú þá stefnu og stendur við hana best sé einkavæða flest. Þeir treysta einstaklingnum betur en hinn opinbera eins og áður hefur komið fram. Reyndar hugmyndafræðilegt bil á milli flokka alveg ótrúlega stórt hvað þetta varðar eins og kom berlega í ljós í bæjarstjórn Hafnarfjarðar og ég kynnti mér aðeins fundargerðirnar þar. Þar hefur sem sagt eins og áður hefur komið fram meirihluti Vinstri grænna og Samfylkingar fellt tillögu að selja hlut bæjarins í HS Veitum og að kanna kosti þess að selja meira að segja með þeim rökum að mikilvæga samfélagslega eign væri að ræða og að fjárhagsstöðu sveitarfélagsins ætti að tryggja til framtíðar með ábyrgum hætti en ekki með skyndilausnum á borð við sölu innviða. Við þetta standa bæjarfulltrúar bæði Samfylkingar og Vinstri grænna í Hafnarfirði. Bilið svo mikið á milli hægris og vinstris í Hafnarfirði að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðu í framhaldinu fram fyrirspurn í bæjarráði það hvað væri átt við með mikilvægri samfélagslegri eign, hugtakinu, enda virtist þeim það svo fjarri að þeir hreinlega skildu ekki við hvað var átt. Í svari bæjarstjóra farið yfir hlutverk veitustarfseminnar, þar hún skilgreind sem mikilvægir innviðir í nútíma samfélagi og þar líka farið yfir það hvernig sá skilningur þessa mikilvægu innviði hefur leitt til laga starfsemina til sérleyfa og til einokunar og til uppskiptingar orkufyrirtækja. Það alveg ljóst af lestri fundargerða í Hafnarfirði og Reykjanesbæ að mikið og stórt hugmyndafræðilegt bil á milli vinstris og hægris þegar kemur á afstöðu til eignarhalds á veitufyrirtækjum. Það það svo sem hér í Reykjavík líka, þó hægrið nái lengra til vinstri hér en hjá grönnum okkar. Samfylking og Bestiflokkur ætla sumsi að selja hlut borgarbúa í veitufyrirtæki til einkaaðila og ég geri ráð fyrir að fá hér teknokratiskar útskýringar á ástæðinni. Að í raun vilja þessir flokkar opinbert eignarhald en það sé bara ekki annað hægt af einhverjum meintum skynsemisjónarmiðum sem að vegi þyngra heldur en allt annað. Og ekki bara það. Áfram verður fyrirtæki vist í meirihluta eigu opinbera aðila, það alveg rétt. Reykjanesbær kemur til með að eiga 51% í fyrirtækinu og Hafnarfjörður 15,4%. Ég minnir að þetta sé eitthvað í þessa átt. Þá komið að rúsinni í pylsuendanum því auðvitað sættir einkaaðili sig ekki við takmarkað vald eigandi yfir þriðjungs hlut í fyrirtækinu. Nei, til að tryggja að einkaaðilinn hafi raunverulegt vald hefur bæjarstjórn Reykjanesbæjar lagt til hluthafasamkomulag þar sem kveðið á að 2/3 hluta atkvæða þurfi til samþykktar á stærri ákvörðunum. Þannig verði Ursus, einkaaðilinn sem kaupir þennan rúma þriðjung, alltaf ráðandi aðili vegna þess að engar ákvarðanir verður hægt að taka nema þær séu honum þóknanlegar. Þegar ég spyr út í samkomulagið mér sagt að þetta kom okkur ekki við. Þetta sé bara eitthvað sem að eftirstandandi eigendur komi til með að semjum, að við eigum bara að selja hæstbjóðanda og hugsa ekkert út í áhrifin sem að salan getur haft. Það getur ekki verið rétt. Auðvitað verðum við að taka það inn í myndina og vega og meta kosti þess að selja hlut okkar til félaga eða einstaklinga sem að hafa slíkar fyrirætlanir, vegna þess að þær eru grafalvarlegar. Forseti, ég sem sagt mótfallin því að selja hlut borgarbúa, Akurnesinga og Borgfirðinga í HS Veitum og ég tel honum betur fyrir komið í okkar eigu en einkaaðila. En verra þykir mér það brall sem að virðist vera með hlutin og í bígerð varðandi fyrirkomulagið og valdaskiptingu innan þess og líst afar illa á gjörninginn allan. Ég furða mig á því að félagar mínir hér í borgarstjórn skuli ekki veita styrkari viðspyrnu. Salan hvorki meik né breyk fyrir Orkuveitu Reykjavíkur eða borgarbúskapinn. Gjörningurinn mun vissilega hafa jákvæð áhrif til skamms tíma og fjárhag fyrirtækisins en með honum ríkum almannahagsmunum fórnað og fyrirtækið sett á markað með þeirri áhættu og óvissu sem því fylgir, jafnvel þó landslög hafi reynt að koma í veg fyrir það. Ég mun ekki samþykkja gjörninginn heldur greiða atkvæði gegn honum.
Þá hefur borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið máli sínu og þá hefur borgarstjóri óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði bara varðandi það sem að borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir minntist á varðandi tónleikana í Norræna húsinu, karaoke tónleikana, að þá voru þeir tónleikar haldnir til þess að safna undirskriftum í áskorun til Alþingis kosningu, sem sagt að þjóðin fengi að kjósa eignarhald á auðlindum, íslenskum auðlindum og nýtingu þeirra, og til gamans má geta þess að það var hljómsveitin, eða dúettinn Kleópatra sem tók þátt í þessu, ég og Sigurjón Kjartansson, og þetta var ekki karaoke, þetta var live, og það er gaman að geta þess að dúettinn Kleópatra kemur aftur fram á fimmtudagskvöldið í húsi Hjálpræðishersins á styrktartónleikum til dagseturs Hjálpræðishersins. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir. Forseti, karaokeið í Norræna húsinu sem að ég fór og tók þátt í líka var vissulega, vegna undirskriftasafnunar. Ég finn hann ekki í tölvunni núna, en þetta var tilkomið vegna þess að Magma var að kaupa hlut borgarinnar í HS Orku og þar með að eignast meiri hluta í fyrirtækinu. Þessu var mótvælt mjög harkalega hér í borgarstjórn og áskorunin laut sem sagt að því að fá ríkisstjórnina til þess að skerast í leikinn og koma í veg fyrir að hluturinn endaði í eigu einkaaðila og þar að auki erlendra einkaaðila. Það voru mjög mörg álitamáli í þessu öllu saman, það var mjög margt að gerast og vissulega á endanum snerist þetta auðlindina og meðferð hennar, en þetta var engu að síður vegna HS Orku, vegna þess fyrirtækis sem að verið var að einkavæða akkúrat þessar mundir, og þess vegna skýtur það skökku við að meirihluti Bestaflokks og Samfylkingar ætli núna að einkavæða hinn hluta fyrirtækisins eftir uppskiptinguna með þeim hætti sem að hér verða að leggja til. Þá hefur borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við það að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúi Karl Sigurðsson eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir. Gjörðu svo vel. Ég var að svara, en ég var að veita andsvar. Nei, þú varst að svara. Þú varst að svara, elskan. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar til að koma með örstutta leiðréttingu vegna máls borgarfulltrúar Sólveigar Tómasdóttur. Hún vildi meina að flestir ef ekki allir borgarfulltrúar Bestaflokksins hefðu tekið þátt í tíðu karaoke eða hvað það nú var. Mér auðnaðist ekki sá heiður, ég misti af þessu, þannig að ég get ekki tekið heiðurinn af því. En hins vegar vil ég taka fram að ég hefði, ef ég hefði haft tök á, þá hefði ég að sjálfsögðu mætt með mína hljómsveit, sem ég mun gera á fimmtudaginn við sama tilefni og borgarstjóri minntist á. Þetta ekki, ég vil bara samt taka fram að við borgarstjóri erum ekki í þessu til þess að auglýsa einhvern gjörning, enda uppselt, þannig að það verður engin séns að ná miða. Þá hefur borgarfulltrúi Karl Sigurðsson lokið við það að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúar Sólveigar Tómasdóttir. Og þá borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi aðeins koma inn í þessa umræðu af því að borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lagði lykkju á leysuna til þess að reyna að raða þessu máli einhvern veginn á einhvern vinstri hægri skala og með á móti einkaeign á auðlindum, heyrðist mér, eða miskunni veitifyrirtækjum, og vildi staðsetja þessa umræðu borgarstjórnar í rauninni í bæjarstjórnarsalnum í Hafnarfirði. Þar verið að taka afstöðu til þess hvort að Hafnarfjörður ætla að eiga í veitufyrirtækinu sem þjónar Hafnarfirði. Við erum ekki að ræða það hvort við séum að selja hluti í Orkuveitu Reykjavíkur eða veituhluta þess.
Við erum að tala um það hvort að sá hlutur sem eftir stendur af gömlu Hitaveitu Suðurnesja og við keyptum okkur inn í meðal annars til þess að koma í veg fyrir hraðeinkavæðingu á því fyrirtæki, hvort að við eigum að selja veituhlutann. Það sem gerðist í millitíðinni undir forystu þáverandi iðnaðarráðherra Össurar Skarphéðinssonar var að sett voru lög í landinu sem tryggðu að einkaaðilar mætti ekki eiga auðlindir og meirihlutaeign í veitustarfsemi er þess vegna sveitarfélaga eða opinbera aðila og áður var ekki slíkt lagaumhverfi þegar Orkuveitan keypti sig inn í þetta fyrirtæki. Þannig að núna er fyrsta lagi það tryggt og ég verð að viðurkenna, ég þekki ekki alveg þá samninga sem að borgarfulltrúinn er að vísa til varðandi nýjan minnihluta í fyrirtækinu gagnvart meirihlutanum. En ég vil þó minna á að ef þetta er eins og það hljómar hjá borgarfulltrúunum að þá sýnist mér ekki eins langt gengið í minnihlutavernd í þessum samningum eins og við göngum í eigendastefnunni og því hvernig Borgarnesi og Akranesi eru raun tryggð ótrúlega sterk staða innan Orkuveitu Reykjavíkur. Þannig að við þekkjum auðvitað mjög mikla minnihlutavernd í tengslum við megin ákvarðanir þegar að veitufyrirtæki eru annars vegar. Sú umræða hefur reyndar verið uppi hér í þessum sal að hún gangi of lágt og við munum það auðvitað þegar að Garðabær tók í raun Orkuveitu Reykjavíkur í gíslingu til þess að stuðla því að vera keyptur út úr fyrirtækinu. Þannig að en eins og ég segi, ég þekki ekki smáatriðum til hvers borgarfulltrúinn er að vísa varðandi megin ákvarðanir en minnihlutavernd í veitufyrirtækjum og hlutafélögum almennt getur alveg verið eðlilega upp af þessu marki. Til að undirstrika, það hefur alltaf legið fyrir frá því að aðgerðaáætlunin planið var gerð að þessi hlutur yrði til sölu. Það hefur láð þannig fyrir þegar eigendastefnan var staðfest og eigendastefnan gengur auðvitað út frá því að eigendur Orkuveitunar séu fyrst og fremst á því starfsvæði. Starfsvæði Hitaveitu Suðurnesja og síðan HS Veitna er annað. Það hafa í gegnum tíðina verið upp umræður að sameina Hafnarfjarðarhlutann eða jafnvel stærri hluta af þessum veiturekstri og það er önnur umræða. En ég held að staða Orkuveitu Reykjavíkur sem eignaraðila HS Veitum sé mjög veikur og í raun var það sem við stóðum frammi fyrir var hvort að við ætluðum að í raun einangrast innan fyrirtækisins því við vissum að mörg sveitarfélög á Suðurnesjum voru á þeim buxunum að selja sína hluta fullu eða hluta til eins og Reykjanesbær. Þannig að við vorum í raun ekki með neitt val í þessu máli hvort að kæmi einhverjir einkaaðilar inn í fyrirtækið eða ekki. Spurningin snerist fyrst og fremst það hvort að við myndum eiga hluta því að selja hluta Orkuveitu Reykjavíkur leið og aðrir eða ekki. Og þess vegna er það sem að fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka tekur að sér fyrir hönd margra minnihluta eigenda í fyrirtækjunu að selja það sem eina heild. Þannig að við aðrir lokumst ekki þarna inn með okkar áhrifalausa hlut. Þannig að þó ég virði alveg viljan fyrir verkið að reyna að mála þetta einhverjum sterkum pólitískum litum þá held ég að dofnunum svolítið þegar að horft á hvað þeir í raun og veru verið að ræða. Við erum að tala um eitthvað sem er í samræmi við planið, samræmi við eigendastefnu Orkuveitunar. Þetta ógnar ekki meirihluta opinberra aðila á fyrirtækinu enda færi það gegn lögum. Þannig að ég held að það hníi flestur rök að því að við að selja þennan hlut enda er verðið ásættanlegt. Þá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá óskar borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir eftir því að veita ansvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Fyrir það fyrsta þá hefur ekki alltaf staðið til að selja þennan hlut. Söluplanið lá aldrei fyrir með planinu. Það var aldrei komið fram hvað það er sem stendur til að selja. Aldrei.
að öðru leyti hef ég fengið þær teknokratísku skýringar sem ég bjóst við að fá hér, þar sem að ráðgjöf Íslandsbanka tiltekinn og það hvernig sumir eiga sumt og aðrir eiga annað og að þetta sé óbeinn eignarhlutur en ekki eignarhlutur í einhverju sem við erum í þjónustu sem við erum að veita og hvernig við skilgreinum Suðvesturlandið og svo framvegis. Og þá klykkt út með því að segja að þessar útskýringar muni væntanlega deyfa þær skýru pólitísku línur sem ég hafi verið að reyna að daga upp. Það alveg rétt. Auðvitað eru teknokratískar skýringar í þeim eina tilgangi settar fram til þess að draga úr pólitík umræðunar til þess að reyna að hilma yfir þá pólitík sem raunverulega í gangi. Það sem raunverulega í gangi hér að meirihluti Bestaflokks og Samfylkingar eru að selja hlut í veitufyrirtæki, hlut borgarbúa í veitufyrirtæki, opinberum hlut þeir að koma til einkaaðila. Já, eftir ráðgjöf frá hinum og þessum og út frá alls konar rökstuðningi, en pólitíkin þessi, meirihluti Bestaflokks og Samfylkingar að taka þátt í því og ekki bara taka þátt í því, á frumkvæði að því að selja hluti veitustarfsemi til einkaaðila. Þá borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvarið borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti borgarstjórn, það fínt að ræða þetta, en það algjör óþarfi að halda því fram að söluplanið hafi aldrei komið fram, að það hafi aldrei verið talað það að þetta selja hluti í HS Veitum, vegna þess að það rangt. Og ég held að allir sem hafa tekið þátt í þessu umræðu allt kjörtímabili viti það. Það var þvert á móti hluti af kynningunni á planinu á sínum tíma að undir það sem teldi sala eigna í planinu sem voru alls 10 milljarðar kæmu til skoðanir allar eignir utan kjarnastarfsemi Orkuveitu Reykjavíkur. Og síðan voru taldar upp í fyrsta lagi fasteignir á Bæjarhálsi 1, í öðru lagi Gagnaveita Reykjavíkur, í þriðja lagi Perlan, í fjórða lagi Hótel Hengill, fimmta lagi Hvammur og Hvammsvík, sjötta lagi hlutur OR í Landsneti, sjöunda lagi Minjasafn OR í Elliðaárdal, áttunda lagi hlutur OR í HS Veitum og í níunda lagi ýmsar aðra smærri eignir. Það var líka farið rækilega yfir þennan lista hér í sölum borgarstjórnar þegar rætt var planið og það var samþykkt. Og ég man ekki betur en að borgarfulltrúinn Sólveig Tómasdóttir hafi gert sérstakan fyrirvara við sölu á hlutum í HS Veitur í gegnum allt þetta ferli. Og þess vegna þýðir ekkert að koma núna þegar verið að fylgja þessu eftir og segja að það var aldrei talað um þetta. Vegna þess að þetta hefur þvert á móti alltaf verið hluti af þessari ráðagerð og engar yfirhylmingar eða samsæri því. Þetta bara hluti af planinu. Þessi eignasölupartur var viðkvæmur og við viðurkenndum það líka alveg frá upphafi. Og það þarf að standa vel að svona, það þarf að fá rétt verð og gera þetta almennilega þannig að það sé ekki verið að afhenda einhverjum eitthvað út bakdyrnar. Og mér sýnist með að við þessi óháðu verðmöt hafi verið tekist þokkalega vel til, þannig að við að samþykkja þetta. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið við það að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þarna var borgarfulltrúinn aðeins að slíta úr samhengi orð mín. Fyrir það fyrsta var ég ekki að tala yfirhylmingu varðandi það að ekki hafi staðið til að selja þennan hlut. Ég sagði aftur á móti að hvaða eignir það væru sem að tilstæði að selja var ekki samþykkt með planinu. Það rétt, ég gerði fyrirvara við sölu hluta plansins vegna þess að mér þótti ólíklegt að hann kæmi til með að standast en ekki það nákvæmlega hvaða hlutir það væru sem að væru til sölu. Eða allavega, já. Ég hef gert fyrirvara á öllum stigum málsins varðandi söluna á HS Orku þegar það var samþykkt að setja það í söluferli, þegar það var svo samþykkt að fara í einhverja tilboðsgerð og samningagerð og eitthvað og þangað til við erum komin hingað núna. Hef ég alltaf lýst því yfir að ég telji að þessi hlutur eigi að vera í opinberri eigu, þessi sjálfsagt að skoða seljan til annarra opinberra aðila en ekki til einkaaðila. Þetta það sem ég sagði. Það sem ég sagði aftur á móti varðandi yfirhylmingar eins og borgarfulltrúinn orðaði sem ég var nú ekki endilega að meina sem yfirhylmingu heldur það að deyfa pólitískar línur í málinu. Það eru teknokratísku útskýringarnar.
Það er útskýringin á því að allt í einu tilheyri Suðurnesin ekki Suðvesturhorninu og allt í einu sé fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka þess megnu að fara að taka ákvarðanir fyrir okkur hér í borgarstjórn og að við eigum bara að taka faglegar ákvarðanir og við eigum ekki að vera að þjónusta þetta ákveðna tiltekna svæði heldur bara einhver önnur, til dæmis uppsveiti Borgarfjarðar eða sumarhúsalóðir í Árnesi eða Bláskógabyggð, að það sé einhvern veginn eðlilegra heldur en það að eiga þennan litla hlut í HS Veitum. Það er ekkert eðlilegra við það. Ég er ekki að mælast til þess að við förum að selja þetta eða koma þessu frá okkur, alls ekki. Ég er á því að við eigum að veita þá grunnþjónustu sem að felst í veitustarfsemi og við eigum áfram að eiga þá hluti sem að ekki seljast til opinberra aðila sem að eru í veitustarfsemi, enda á slík starfsemi að vera í opinberri eigu en ekki eigu einkaaðila. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að veita andsvar öðru sinni og þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur og síðastur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, já, síðastur á mælendaskrá vonandi en þó ekki sístur. Ég vil bara segja það í þessu máli að við styðjum söluna. Við styðjum sölu á hlut Orkuveitu Reykjavíkur í HS Veitum við sjálfstæðismenn. Við teljum söluverðið vel viðunandi fyrir Orkuveituna og vonum að með þessu þá sjáum við hilla fyrir endan á eignarhaldi Orkuveitunar í þessu orkufyrirtæki sem er ekki beinlínis á starfsvæði Orkuveitunar. Og ég vil aðeins bera blakk af fulltrúum Samfylkingarinnar hér varðandi það sem Sóley Tómasdóttir, borgarfulltrúi sagði stefnu þess ágæta flokks. Auðvitað það kann að koma einhverjum á óvart að þeir beitir sér fyrir sölu á þessum hlut núna. Þeir sem muna umræðuna sölu á hlutabréfum í HS Orku hér fyrir nokkrum árum. Og ég get tekið undir það kann að koma óvart en hins vegar þá held ég að við ekkert að átelja einstaka fulltrúa fyrir það að skipta skoðun og nálgast þessi mál af áður óþekktri víðsýni. Ég vil taka undir það að þessi sala, þessi hlutabréfasala, hún helst í hendur við eignarsölu hjá Orkuveitunni yfir höfuð og það verður taldar upp þær eignir áðan sem hafa verið settar í söluferli. Sumt hefur tekist vel, annað miður. Það má deila söluna á Orkuveituhúsinu, hvort að það hafi í raun og veru verið sölu að ræða, þar sem fyrirtækið leigir húsið tilbaka. Nú, hvað gagnavituna varðar, þá þreytist ekki að minnast á það. Mér finnst að það finnst mér söluferli hafa tafist allt of lengi. Ég vona að það klúðrist ekki. Það finnst mér að hefði mátt standa betur á málum. Nú varðandi ýmsa aðra hluti þá hefur bara tekist vel til með söluna á því og mér sýnist að það sé verið að takast vel til með söluna á hlutabréfunum í HS Veitum líka. Það er alveg rétt sem kom fram hjá Degi Björgeirssyni borgarfulltrúa hér áðan. Það er engin ástæða fyrir okkur, borgina eða Orkuveituna að eiga þessi hlutabréf. Það er forsendur sem lágu til grundvallar þegar var fjárfest í þessum bréfum á sínum tíma. Eru algjörlega brostnar með ýmsum hætti og þess vegna er bara guðstuga verk fyrir okkur borgarfulltrúa að samþykkja að hlutabréfin séu seld. Ekki veitir Orkuveitu Reykjavíkur af peningunum og það er alveg rétt sem var bent hér á áðan að það var ákveðin hætta á því að Orkuveitan lokaðist inni sem minnihlutaeigandi. Og það voru ýmsir sem bjuggust í því, það er ekkert langt síðan því var spáð að við myndum aldrei fá tilboð í þessi hlutabréf eða mjög seint. Þannig að ýmsu leyti kom það bara þægilega óvart að það skyldi gerast og þess vegna er rétt að selja þessi bréf og ég ítreka sem ég sagði á hann að ég tel að verðið sem við fáum fyrir þau sé vel viðunandi. Þá var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá var borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óska eftir því að taka til máls.
Forseti borgarfulltrúar, það var eitt sem ég glemdi sem ég vildi ræða betur við borgarfulltrúa Dag B. Eggertsson þar sem hann fullyrti að hér væri minnihlutavernd á ýmsum stigum gagnvart ýmsum aðilum meðal annars gagnvart Orkuveitu Reykjavíkur eða varðandi Orkuveitu Reykjavíkur gagnvart Borgarbyggð og Akurnesingum þar sem þeir gætu haft meiri áhrif heldur en hlutur þeirra í fyrirtækinu segir til um. Það er bara allt annað mál. Okkur frjálst að gera hvernig samkomulag sem okkur dettur í hug við meðeigendur okkar að því fyrirtæki, en sá gjörningur sem að bæjarstjórn Reykjanesbæjar að leggja til það að minnihluta, að eigandi sem að með minnir 33,6% rétt yfir þriðjungi fyrirtækisins skuli alltaf geta gert ítrustu kröfur að samþykkja eða ekki samþykkja það sem að stjórn eða eigendur telja mikilvægast. Það er til þess eins að fara á skjön við lög sem að sett voru til þess að tryggja að einkaaðilar hefðu ekki of mikil áhrif á veitustarfsemi. Þannig að það að við gerum samkomulag við aðra opinbera aðila er eitt, en samkomulagið sem að hér liggur fyrir og stendur til að samþykkja, það lýtur að því að veita einkaaðilum meira vald heldur en lög kveða á og það er ekki eðlilegt. Borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Þá hafa ekki fleiri kvatt sér hljós undir þessum dagskrárlegu telst umræðu lokið. Við berum liðin upp og óskar forseti eftir því að allir borgarfulltrúar gangi inn í borgarstjórnarsal. Þá berum við upp 21. lið fundargerðir borgarráðs frá því 12. desember sem sala á hlut Orkuveitu Reykjavíkur og HS Veitum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja gefi merki. Einhver á móti? Það samþykkt með 14 atkvæðum gegn 1 og fulltrúi Vinstri grænna, borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir, óska eftir því að bóka undir þessum lið. Þessu liði lokið, við förum í 4. dagskrárlið sem kosning í heilbrigðisnefnd.